hljóp niður í eldhús því hann mundi að hann hafi lofað að hitta félagana. Hann gleypti í sig vespugrautin. Ég búin, mamma. Hvað sagðirðu, Villi minn? Mamma. Hver snigillinn, þú ert með hiksta. Hiksta? Já, hiksta. Ég búin að biðja þig 100 sinnum að borða ekki svona hratt. Svona að vera gráðugur. Hvað gerist? Sussu, þetta lagast eftir smástund, vinnur. Hérna tegðu þennan brauðbita en borðaðan hægt, þá ætti hikstinn að lagast. Takk. Mamma. Blessa meðan. Þegar hann stökk út dyrnar, stann stór ausa af króknum. Skrambinn! Villi var svo hræddur að hann gleypti brauðbitann og hikstinn versnaði ef eitthvað var. Hann flýtti sér inn í þorpið og tók smá stökk við hvern hiksta. Hræðilegur hiksti, hvað á ég að gera? Og hann hélt áfram að hiksta alla leið inn í þorpið. Og Óli lögregluþjónn datt út úr hengirúminu sínu. Og herra Jóhannsson féll í stiganum og lenti á stóru smjörstykki. Hjálp, bíddu þar til ég nægi stelið á þér. Þegar að Villi kom á skólalóðina hlógu vinir hann sig máttlausa. Strákar, ekki hlæja. Hvað get ég gert til að stoppa hiksta? Haltu hausnum á kafi í vatnsfötu, sagði Húfur. Dragðu ekki andan í 2 klukkutíma, gópul, sagði Ívar sposkur á svip. Segðu, vaðla heiða vega mannaverk fara geymslu skúr, sagði Sjónni og hló. En nú kom herra Jóhannsson hlaupandi og veifaði stórum sópi. Villi, ég skal sko aldeilis, ég skal. Villi hljóp lóðina og hrópaði. Bra, hvað á ég að gera? En þá heyrðist langt ýlfur frá skólanum og ljótasti hundur í heimi kom hlaupandi til þeirra og slefaði mikið. Hjálp! Æpti herra Jóhannsson kaupmaður sem hélt að hundurinn ætlaði að hafa sig í matinn. Þeir sluppu allir við hundskjaftin en hann kjamsaði þó á vænni pjötlu úr buxunum hans herra Jóhannsson. Gópul, hver hefði trúað því að kennarinn ætti svona skrimsli, sagði Ívar. Já, hver hefði trúað því, sagði Húfur. Jæja, nú er ég glaður, bra. Af hverju segirðu það, spurði Daddi. Af því að ég er laus við hikstan, þökks ég hundinum. Þeir hlógu dátt þeir sáu herra Jóhannsson kaupmann reyna að fela gatið á buxunum þar sem hann laumaðist heim. Þegar Villi sagði Mörtu söguna gaf hún honum sneið af kóngulóarköku, en til vonar og vara borðaði hann hana hægt og rólega. Þegar Villi fór að hátta kvöldið hoppaði rúmið hans af og til, en ekki vegna þess að hann væri að hiksta, heldur var hann að hlæja að buxunum að herra Jóhannsson kaupmanns. Góða nótt, bra.